Komið sælar. Yes. Takk fyrir komuna. Sæl. Já, takk fyrir boðið. Virkilega gaman að fá okkur. Við erum með frábæra gesti í dag hjá okkur, mæðgurnar. Það er Guðbjörg Thoroddsen, leikari, þerapisti og svo kennari. Já, en ég bara kent yfirleitt bara mína sjálfstyrkingu sem baujan. Baujan, einmitt. Já, ég man eftir að hafa heyrt af því þegar ég var að kenna í yngurnaskóla. Já. Voru margir sem töluðu um það. Já, Mjög þá flott. kendi ég baujina. Já. Og í svo mörgum skólum þarna upp frá kendi ég baujina. Já. Í 18 ár var ég bara í Já. skólanum. Svo við hrunið þá fór svo margt forgörðu. En þetta er svona tilfinningakennsla og úrvinnsla. Já, Mjög fín. Já, takk. frábær. Og svo er dóttir hennar Ásdís Þula Mortens, galleristi og leikona. Já, ég var sko, tók ekki Mortensnafnið. Nú, Ég Þorláksdóttir. þú er Þorláksdóttir. Já. Já, systirinn er Mortens. Systin að búið að nota Mortensnafnið. Já. Í seinni tíð. Ég veit ekki af hverju ég fór hljóp þangað. Ég skiljanlega. Já. En þú ert með gallerið Þula. Jú, Já, akkurat. sem er einmitt frábært. Þú ert búin að flytja það, eða ekki? Jú, við erum, þú veist, við byrjum náttúrulega í Hjartatorginu Já. og svo 23 á keyptum við Hverfisgalleri og innlimaðum það inn í Þulu og fórum þá yfir í Marsalhúsið og svo núna bara fyrir nokkrum mánuðum vorum við að opna sem sagt svona annað rými, sem sagt, auka rými sem heitir Þula Hafnatorg og það er Já. meira á Hafnatorgi við bryggjuna. Vá, Jú, þetta er ekkert smá Nei, stækka. það er alltaf, já, ég bara, þarf alltaf að hafa nú að gera. Já, nákvæmlega. En við erum til þess að ræða við mæðgur. Við höfum svo mikið áhuga á mæðgnarsamböndum. Og við ætlum kannski að spyrja ykkur bara að einhverjum svona skemmtilegum spurningum vonandi er það skemmtilega. Já. Endilega. Já, ert þú elst? Já, ég er elst og síðan er Kristín systir 4 árum yngri og við erum svo sammæðra og feðra og svo í 2 systkini sem er Magnús Freyr og Karen Lísa og þau eru pappa megin. Já, þannig að þú átt þær 2. Já. Já, einmitt. Og hvort var auðveldara að ala upp Ásdísi eða Kristín? Sko, þær voru bara eins og engin börn. Já, Eins og mamma sagði um mig, allir þetta hafi ekki bara farið áfram. En það er bara, maður þurfti aldrei að, ég var ekkert alaður upp, sko. nei, Nei, þær bara voru bara flottar. Gengur bara sjálf alaðna. Og þær eru mjög ólíkar. já, Já, mjög ólíkar, en bara eru svo rosa flottar. já, Ég þurfti aldrei að segja þeim að fara að læra neitt svona eins og aðrir kannski foreldrar er að gera. já. Þær bara gerði þetta allt sjálfar og Já, ég vil meina það. og því minna sem að var skipt sér að því betra Já. og þannig að til dæmis að Ásdís fór að blómstra í sínu námi þegar hún fór til Afríku með mér og var bara í fjarnámi þá gat hún algjörlega verið lausu kvaðir og verið bara eigin vegum Já. þá fór hún að njóta sín í námi Veitu, hvenær farið þið til Afríku? 2007 og það ekki Jú, ég held ég að vera svona 18, ég var í 2007. menntaskóla, hann ekki bara Já. farið í fjarnám, sko. Já, árið Og- fyrir hrun Já, Já. og ég held, þú veist, ég er náttúrulega svolítið ADHD típa, sko, ekki greind, en ég eiginlega bara nenni ekki að fara í það prósess að því ég veit það bara. já, já. Og ég er svona, ég fundið hjá mér langar ekkit endilega á lyf, sko, þannig Nei, að það einmitt. er kannski ekkit. En þú veist, ég fann alveg það var ótrúlega næs að vera í fjarnám að því að gæti maður bara skipulagt svo mikið út frá sjálfum sér. Þá var maður ekki einhvern veginn að þurfa að fytta alltaf inn í bóksið, þú veist, í skólasysteminu. Já. En þú veist, það var ótrúlega gaman að mamma náttúrulega, því að hún er svona, þú veist, típa, hún bara kýlar á hlutina, þannig að við höfum farið sko til Kenía, hvað ég var svona 16 ára, bara í ferðalag og síðan 2 ára seinna að þá mann ég sko, ég var bara heimi á vinkunum minni, eitthvað svona hangað eftir skóla og þá ringi mamma þú veist, í heimasíman hjá vinkunum minni og segi bara, já, svo erum við ætlum að flytja til Kenía. Ég er bara búin að finna leigjendur fyrir húsið já, ok þú veist, en það var bara ótrúlega gaman og Þannig að maður þið bara fylgdi því bara Já. Já.
og þið voruð þær eru svo hvað voruð þið lengi? meðfærilegar, Já, það bara segir svona hluti og þær bara gera þessu. fórstu með það báðar? Já. Já, Og þetta var alveg tímamóta ferð fyrir þær og mig og okkur allar. Já. Það er alveg fyrir og eftir Kenya. Já, Fyrst fórum við í þessa stuttu ferð, það voru 3 vikur og ég hugsaði bara að þarna verðum við að fara. Það var líka komið svo rosalega hérna, stemningin á Íslandi var hann svo leiðinleg. Já. Það var bara neysluhyggjan út í gegn og þær í kringlunni og eitthvað svona hægulli. Þú veist að fara í Kiss og kaupa þetta og ég þetta. meina Kiss, Já. oh my god, flashback. Og Já. unglingarnir og hérna og ég var náttúrulega að kenna baujana í skólanum sem er sjálfstyrking Já. og ég bara fann að þetta var ekki góð staða. Nei. Krakkarnir voru þunglindir og kvíðar, konir svona bara ekki góð andlega heilsa hjá Nei. íslenskum krökkum á þessum tíma. Og ég hugsaði að býtu það þarf eitthvað alvöru líf Já, og til þess að stelpurnar enda fórum við út í virkilegt alvöru líf þannig í Kenya. já, Þannig að þær fundu mikla breytingu og það var alveg hjá þeim fyrir og eftir Kenya. Það er að þróskuðust mikið. já. Já, líka bara ótrúlega gaman að fá að vera bara svona mikið saman, þú veist. Já, það var æði. einmitt, var það ekki? Bara, jú, þú veist, bara styrti böndin rosalega mikið og þú veist, við höfum alltaf verið með nánar, Já. en þetta er svona öðru vísi þegar maður er í rauninni bara saman í alla daga, þú veist, auðvitað voru við Kristín svona brallleikað, sko, Já, en þú veist, en maður var svona alltaf svona náinn, Við vorum alltaf saman. já, bara að koma heim og vera þar, sko. einmitt. Skrafla og kjafta og liggja og Já. það var bara æði. Já. Og vorum í alla þjóðgarða. er svo æðislegt þegar maður getur bara verið að hanga með mömsunni og þú veist, við erum Já. einmitt, ég og sýsti mín og svo mamma, og þú veist, bara þetta að svona vera að kósjast saman í eitthvað svona, Við svo höfum gegga verið að svona geta það í Já. það er ekki guðli. allir sem geta Já, það. nei, við höfum nefnilega verið svona algjörlega í guðli, allar mæðgur. Við erum rosalega mikið tím, lið, Já, einmitt, svolítið nánar. já. Það var ægilega gaman hjá okkur. Það er nefnilega svolítið margt sameinlegt sko, þú veist, því ég og Ásdís lærðum náttúrulega báðar erlendis Já, og flytjum svo, þegar við flytjum báðar heim, þá flytjum við í Grafarholti, að þú ert náttúrulega hérna, Úlfarsár. Undir Úlfars, Já. Fellinu, já. þannig að ég, þú veist, ég flytti heim 2015 og stóð ekki bara ára eftir mér eða 2 árum. Jú, hvenær var fyrsta önnin hjá Trump? Ég náttúrulega dreif mig heim frá Bandaríkjunum. Hann byrjaði hann ekki, hann vann 2016 og 16, 17. Já. Já, ég kom bara beint á eftir. Við náttúrulega kynntumst þarna út í London. Já, við komumst að því seinna við hefðum hist. Jú, svo var það. Einmitt, það var svona smá ævintýra Já. tengingar þarna, sko. En þú veist, við vorum svo mikið bara í burtu frá mömmum okkar. Já, einmitt. Þú veist. Hvernig var, það er ég spyr ykkur bara báðar, hvernig var svona að, Já. þú veist, Ásdís var aðeins að rifja þetta upp fyrir mér í morgun, Já. morgungöngun okkar, af því að við göngum alltaf saman á mótnana. það er æðislegt. Já, Hittumst með hundana, sko. já, göngum saman svona 1,5-2 hringi á Geirsnefi Já. og hundarnir okkar elskast, þau eru svona eins og hálsískin. Æ, Já, og þá erum við bara svona rappa hvað á að gera í dag og hvernig var í gær og allt þetta, Já. förum yfir hlutina. Indislegt. Já. Svona byrjum við alla daga, búin að gera það í tæp 2 ár. vá, en Já. æðislegt. Það er bara, já, það er einhver 1 dagur í viku sem að dettur út venjulega, eitthvað svona, 1, 2. Já, þegar ég sleppi morgungönguna. Já, Já. þá það Ragnar, gæinn Já. hennar. En hérna, þá í morgungöngun okkar, þá var hann að segja, manstu mamma þegar ég var út í Kanada. Það var ekki neinn skilaboðaskjóða. Nei, Það var bara e-mail. verið að skrifa e-mail. Og hún sendi mér bara alltaf rapport, svona bara Já. lög bréf og það var á e-maili og ég sagði henni þá að ég hefði prentað þetta allt saman út, þannig að þetta er Það er ennþá Í til, sko. alvöru? já, ég maður fleiri ekki svona gerðsum enda er hún svo góðu penni. Já, Já. algjörlega. Já. Nei, einmitt, þú veist, þetta var náttúrulega eitthvað 2010, þá Já. flytti ég út, sko, fyrst, ég var náttúrulega bara mest öll 20 árin, eitthvað starf út í heimi, sko, Já. en ég var fyrst í Kanada í 2 ár og svo fór ég hérna til London og svo Einmitt. til Los Angeles, þannig að, en þú veist, Ekki einmitt smá. þarna, já, þetta er bara, þetta svona hafa alltaf nóg að gera, sko, Já, Já. greinilega. en þú veist, þarna, fyrstu, ég held að hafi samt kom fljótt snjallsímarnir, þetta var bara alveg þegar vorum að detta í þá, sko,
En þarna fyrsta árið, það var bara e-mail og símkort og fara í svona, símaklefa eitthvað staðar Já, með einmitt. kortið sitt, hringja heim, sjaldan, sko. Ég sko, að því Stella systir var bara að búa úti áður, þannig að maður hafði nú eitthvað reynslu í þessu. Já, En þú veist, við töluðum alltaf í síman. Já, Þú ég hringdir hringdi alltaf. alltaf. Já. já, En svo var það náttúrulega bara, Skype var bara nýtt þá. Þú veist, í dag myndi maður aldrei vera eitthvað, ég að fara að hitta eitthvað á Skype. Nei, Þú veist, það er Skype bara datt FaceTime út. eða Zoom eða eitthvað. já. Þú veist, eitthvað, þurfti að vera með eitthvað svona nafn og svona, til þess að vita hvað Já, ég var svo stressu líka að einhvern veginn byrja, ég var mjög lengi að komast hann í Skype, ég Já. var sko hélt eins lengi og ég gati í samlokusíman minn, Já, það var bara allir komni með þú veist fyrsta iPhone-in og ég var bara að meika þetta ekki, ég skildi ekki. Samt hún tækningúrúin á heimilinu. já, einmitt. Nákvæmlega. Já, ég var að skána þessu sko. Já. En þú vilt bara halda í eitthvað svona, þú veist, ekki, þú veist, þegar maður er náttúrulega sjúklega höfðu síman. Ég var alltaf eitthvað nýtt, það var alltaf að vera að breyta öllu, þú veist. Já, nákvæmlega. En ég meina, auðvitað jákvætt með svona samskiptaleiðir, það var fyrir það. En hvernig var, þú veist, tilfinningin, ok, þannig að þú fékkst bréfin, Já. hvernig var, þú veist, að geta ekki hringt í mömmu? Eða þú veist, eða Það það var náttúrulega var rosalega, hægt, já, það var náttúrulega, þú veist, rosalega skrítið fyrst. Þú veist, auðvitað held ég alveg hvað var ég 21 eða 2 og Já. þú veist, ég held alveg fyrst, það var þetta aldrei svona frelsi, þú veist, maður var svona, já, ég er svo langt í burtu, ég get bara gert hvað sem er Já. og bara, en auðvitað sem líka, þú veist, saknaði maður þess að geta bara farið í mömmuknús þegar það var erfitt og maður var náttúrulega í, þú veist, leiklistskóla sem var erfitt nám og bara svona almennt, sko, að það fann maður alveg fyrir því, en mamma kom alveg svolítið út að heimsækja mig og ég man alltaf sko einu sinni var ég að leigja með einhverjum vinum þarna og hún kom þarna til okkar og ég þurfti að fara í skólan Já. og hún sagði svona áður en ég fór, hvað voðalega allur órækt hérna í garðinum með hátt grasið og ég sagði jú, við hefum ekki sláttu vel, svo kom ég heim og þá var mamma búin að vera allan daginn á 4 fótum að klippa grasið með skærum og það var bara allt nýslega, þetta var alveg stór garður sko. Já. Oh my god. Þetta var svo ekta mömmumúf að sko koma út til dóttur sinnar í Kanada og bara klippa grasið með eldhússkærunum. Oh my god. Redda þessu. En það voru enga klippur á heimilinu. Nei. Og ekki gæti ég farið til einhverja ókunnugra þarna. Og spurt. Nei, nákvæmlega. Þannig ég klippti þetta með naglaklippum, eða svona. Já, þetta var eindislegt að koma. Og svo náttúrulega heimsótti ég hana til Los Angeles og útskriftin þar var æðisleg og þá fórum við langa ferð Já. allt Og og þið hafið ferðast alveg mikið Já, já. saman. Já, mjög. Já. mikið. Hvernig ferðafélagar eru þið? Þú veist, þið verða að lýsa. Við erum alveg góðu ferðafélagar, Já. en það er svona kannski, Ásdís kanna á hana, hvað heitir hún, Sirri? Já. jú, Á sér. en ég er stundum auðvitað, þú veist, þeim er svona mikið saman og það er kannski svona allir, maður er tíndur einhver staðar í einhverju krummaskuði, sko, þá svona hækkar daldið stressröskuldurinn svona, kemur aðeins meiri núningur. Já. Eðlilega. Það er nú bara eðlilegt. Brýst þessi ei mamma, lát mig vera, ég bara, þú veist, þessi sko. Já. Þú við þetta, mamma? Já, Hefur heilt? aðeins. Það eru bara eðlileg samskipti. Já. Er Já, það ekki? já, Ég það er getur ekkert ekki ein allt verið þetta. alveg bara svona. Ég meina ef það er bara lognmódla allan tíma, það er ekkit gaman. Nei. En það er voða mikið fjör hjá okkur meðgum. Sko, Nákvæmlega. það er þannig að við erum 3 saman í liði Já. og við fíblumst mikið og það er ægilega gaman hjá okkur. Þannig að við tökum til dæmis, það er aldrei neitt verið að erfa eitthvað, það er ekki verið að ala upp með sektarkennd og þeirra á milli ef það komu núningar þá var sagt fjölskyldufundur. Já, það. Ég man Já, ekki eftir þessu sko. Nei, þeir voru ekki nema 2 eða 3 vegna þess að þá þurfti þær hver og einn að tala sína hliðamálinu sko Já. og hinni mátti ekki grípa fram í. Þá sátu inn í stofu
og það var bara allir hlustuð á þennan fara með sitt mál og svo var þessi búinn, þá má þessi byrja og svona. Jó, Þetta ég fannst man þeim eftir. alveg óhugnanlega leiðinlegt og svo þess að það voru 2 svona fjölskyldufundir og svo man ég alltaf eftir því þegar ég heyri upp á lofti að þetta er svona tvílyft hús Já. að þá heyri ég einhverja vitleysu þarna uppi hjá þeim og þá fjölskyldufundir stelpur mínar þá kom svona þögn og svo mamma, við erum búin að redda þessu, þetta er allt í lagi. Við eigum ekki að sitja inn á fund, sko. Já, þannig að þetta- það var sættast bara þess að sleppa Já, fundi. það var kannski nóg að bara- nefna fjölskyldufundir, það var bara búið, allt Já, búið. kannski bara fýtt grunnur fyrir framtíða samskipt okkar systra, sko. Hvernig þú veist, hvernig var svona að ala hana svona specifically upp? Hvernig breyttist hún frá barni, úling, fullorðin, galleriisti? Vá, Þetta er svo sko, hún sagði, já, en ok, hún var bara rosalega flottur krakki, hún lærði texta bara 1, 2 og 3, Já, allt bara kunni hún alla texta og söng með og ég meina, sko, hún voðalega skemmtileg og búa til leiki alveg endalaust og uppfinningasöm og hérna, ofsalega dugleg, ég meina við byggum í svo miklu ófærð og svona Norður Akureyri, alveg 2 vetur að ekki Ásdís, eitthvað Jú, svona svona þetta. og það voru skaflar upp á mitti á litlu Ásdísi sem var þá orðin hvað 8 ára, Já, 9, svona 8, 9. 8 ára og hún óð þetta allt saman eins og ekkert væri, hún er svo dugleg sko já, og ofsalegt þrek í henni og áræðinni og hún bara gengur hlutina svo náttúrulega þannig að þetta er bara æðislega gaman og hún er eins og ég sagði mjög duglega og góð að skrifa texta þannig að það var gaman að þegar hann bað mig kannski aðstoða sig með ritgerð af því þá var hún svo flink og maður var alveg hissa og svo svo náttúrulega bara söng hún þegar hún fermdist, hún vildi nú bara borgaralega fermingu að þá hoppa hún upp á sviði svo ekkert væri og söng einsöng fyrir 200 manns í háskólabíó eða eitthvað svo leiðis. Vá. í Já. fermingunni. Alveg rosalega Vá. flott. Já. Hvað hét þetta sem hún söngst? Það var að sjálfsögða Ironic með Alanis Morissette. Já. Æðislega. Og mamman bara bránaði, hún vissi ekki hún Já. ætti svona dóttur. En í rauninni þegar að ég gekk með Ásdísi, þá náttúrulega var ég upp í Finsa, hæsta toppi byggðu bóli í Noregi, í Nonn og Manna seríunni. Já, Já. og hún var þá inn í mér og ég á vélsleðum í rosalegum kulda, þannig að hún byrjaði fljótt á svona flækingi og bara takast á við hlutina. Og Já, við var ekki fyrsti maturinn sem ég bragðaði var í Rússlandi. jú, Já. það var rúpur. Mér var bara vippað í heimsreisu þarna. 5 mánaða, 5 mánaða á brjósti. Vá. Það var svo örugt og fínt. Ég hélt nú að væri hjúkrunarfræðingur að taka á móti mér. af því Já. Það var umsamið, en svo hitti ég hann á flugvöllinu og hún sagði, við erum bara að fara til Þýskaland, sko. Og sem betur fór ekki mjólkin. Já. En þetta var alveg magnað að litli hvítingin Ásdís, það voru svo fáir þá þeim tíma út í Kóreu, Suður Kóreu, svona litli hvítir, það fór ekki með svona lítil börn. Já, Og það var allt vitlaust, Já, og einmitt. það var allt vitlaust í kringum hann, alveg svo fugla ger, sko. Allir Já. Kórufúarnir að sjá litla barnið. Já, einmitt. Já, maður náði á Ólympíuleikana Já, 88. þetta voru Já, ámfélagarnir. Já. Vílíkt líf. Já, en svo líka þegar ég gekk með hana, þá sá ég auglýsingublaðið, þar sem að stóð heimspekiskóli. Og ég geymdi auglýsinguna. Og þegar hún var orðin hvað? 5, 6? Mér líður bara eins og ég hef alltaf verið í þessum heimspekiskóla. Já. Bara sem barn, Þá sko. fór Já. hún í heimspekiskóla Já. og það var þarna, ég er rétt á Bárugötunni, ég man ekki hvað hann hét, kennarinn, mástu það? Nei, en ég fór alveg oftar en einu svona, oftar en 2 svarinn heimspekiskóla. Já, Það var ótrúlega Einn skemmtilegt. vetur allavega eða 2. Ég held alveg klárlega 2. Já. Af því manna var að setja hverju staðum. Og veistu það að grunnurinn held ég hjá Ásdísi er svo mikið það. Já. Af því að hún er svo mikið þannig manneskja og hún hlustar alltaf, tekur inn alla pólana og gefur mig eitthvað skynsamlegt.
ég held að þetta hafi verið voða góð skóli fyrir hana. Akkurat. Já. En já, og svo var hún galleristi, þetta er bara, já, og svo náttúrulega eins og hún sagði áðan með ADHD, þá náttúrulega var það stundum erfitt við skólabílinn, sem að þurfti Já. kannski að býða eitthvað eftir henni, að því að ég glemdi þessu, eða eitthvað svona, og hérna, þannig að hún var svo flott að hún bjó bara til skema fyrir ofan kottan sinn, á vegginn, vakna klukkan þetta, busta tennur, Já. klæði mig í sokk og buxur og tralalalala, borða morgumat og svona, hún var svo flott að takast á við svona hluti sjálf. Já, Einmitt. tjekklistin kom snemma inn, sko. Já. Þannig Það að er mjög eins og ég var alveg upp að hver í sinna gæfi smiður og var ekki alltaf að vera að hamast í mér, heldur bara að vera í stutt í því sem ég var að gera. Ég hef svolítið gert það þannig með mínar stelpur, Já. ómeðvitað að því ég kann það. Já, svo er náttúrulega ótrúlega dugleg í, sko, hún er alltaf að hjálpa. Já. Já. Það er bara, ef það er ekki verið að passa barnaballið hana Máney, sko, hjá Kristínu, eða aðstofa þær eitthvað, að þá er hún komin í, sko, yfirsetu í gallerínu hjá mér og já, hérna, getur þú að passa hundinn og þú veist, alls konar Það er svona, ýmislegt. sko. Já. Og alltaf bara svo til í þetta. Já. Þetta Bara eru standa bara með sínum. gimsteinarnir mínir, þetta er bara latur í lífi mínu, það er þessi eilíf ást, Já. þessi móður ást. Þetta er svo stórt og fallegt og Já. gefandi. Já. Ha. Og ég man einu sinni að það var einu sinni í tísku þegar ég var svona unglingur, það var Simon de Beauvoir held ég að skrifa eitthvað bók mæðgnarsamband Já. sem að þótti eitthvað voðalega flókið Já. einhvern tímann og ég man að Dóra systir sagði eitthvað við Ástísi, þú kannski manst ekki Já, eftir þessi systur hennar. systir mín sem var náttúrulega vel lesin Já. og hún segi já þetta er erfitt með oft svona mæðgnarsambönd og eitthvað svona og Ástís var alveg hissa. Ha? Er það? Ekki hjá okkur. Nei. Það hafði aldrei verið. Einmitt. Þannig að bara alltaf yndislegt. Já. Já. Það er alltaf bara frábært. Hvað varstu gömul þegar þú varst þegar hún sagði þetta? Hún var orðin sko 18 ára eftir Já, þannig þannig að að Dóra það segir Nú, þetta við þig. ok, Já. já. Hún sagði bara nei, hún var svo hissa. Já. Nei, þetta er bara ekki hjá Þetta okkur, er bara sagði svo- hún með Dóru. Einmitt. Og þú sagði mér þetta sko. Já, einmitt. Já. En svo var þessi stúlka galleristi og þetta tók sinn tíma. Hún ætlaði sér náttúrulega alls ekki út í leiklist í fyrsta lagi. Nei. Mamma, ég ætla að vera lögfræðingur. Ok, Já. flott. Það þarf einhvern veginn að fara í uppreist, sko. Já. Hvernig gerir það þegar þú ert með, sko, fóreldrar sem eru listamenn? Það er Já. bara ekki að vera leikari eða listamaður. En svo náttúrulega, svo fór bara þetta eins og fór og hún bæði skrifar og leikur og syngur og hérna, svo var það bara gallerið. Hún hefur bara svona listræna hæfileika. Já. Og er svona ósladuglu. Hún stofnar þulu í COVID Einmitt. Já, sem er nú kraftaverk Já. og komin hingað. já, já. Til að hafa Þetta bara- til lykkelskan. Já. Takk, mamma mín. Það er svo æðislegt. Hefði ekki getað það án þín. Takk fyrir það. Eða hefði verið tölvert erfiðara. Já. En já, þú veist, maður er náttúrulega bara einmitt, þú veist, ég tók alltaf svolítið inn og ég hef alveg sagt þetta áður, en svona, ég var ekkert að hlusta á podcast, að ég hugsaði einu svona, sko, einmitt, hlaðvörpin góðu, Já. þau gefa, Já. þau gefa, að því að ég, sko, byrja einhvern veginn í að ég var, sko, lærði förðunarfræði og var að vinna sem sminka í smá tíma, uppgötaði þá, sko, baksviðs í Borgarleikhúsinu, ég ætti nú að vera á sviðinu, Já. fór þá í söngleikjarleiklist, en síðan langaði mig að skoða kvikmyndaleiklistina, fór í hana, svona hefur svona farið úr einu öðru og síðan einmitt svona álpast ég eftir krókaleiðum inn í það sem ég er að gera í dag, sko, Já. reyna galleri. Og það sem að ég hugsaði smá var svona, byrju, er eitthvað að mér? Akkur get ég ekki bara verið kyrr einhver staðar? En þá var einhvern tímann í óperu hlaðvarpi að þá verið að tala um, sko, það er fólkið sem að vex bara beint upp eins og bara plöntur eða blóm og síðan er, sko, fólkið sem er eins og kólumbríufuglarnir sem að fara á milli og er að frjóka, sko, Já. og bera vitneska á milli. Já. Og ég sagði, já, ég er bara kólumbríufugl, Já. það er ekkert að mér. Vá. Já, En þessi svona, ræði. þetta alveg satt rosa mikið í mér að ég var bara, já, ok, það má kannski bara vera í þessu flæði og ekkert ofhugsa það, sko.
En þú veist, ég er allavega komin á góða hillu núna, Já. en ég held að því starfi sem ég er í núna, að þá er svo rosalega fjölbreytt að mér líður aldrei eins og ég sé að gera það sama. Nei, einmitt. Sem er aldrei svona hjálpar með þessa þörf að vilja alltaf vera að gera eitthvað nýtt, sko. Já. Já, akkurat. Mm. Varst þú ekki með spurningu handa Ásdísi? Jú, Nú hvernig? ekki. Já, ég skal spyrja það, ég man hana. Já. Hvernig uppalandi var? Já, það var það. Já. Þú veist, var hún ströng eða? Þú veist, nei, ég man ekkert eftir að hafa verið mikið skömmuð. Nei. Þú veist, það var aðalega Ég svona leiði þetta kannski málvillur. Já, og gerir en, Já. ekki bara svona með mig persónlega, heldur líka við skrifa eitthvað á til dæmis Facebook. Skrifar hún fyrir neðan eða ringir í mig og segir, elska minn, það er uppsilon þarna. Það muni aldrei breytast og alltaf kemur, mamma, ég veit að, látum mig vera, Já. ekki stafsendingavillunar. En nei, en þú veist, já, bara kannski meira að tala saman heldur en sko vera að skamma, eitthvað Já. svoleiðis. Og ég man að einhvern tíma þegar ég var svona 12-13 þá langaði mér svolítið í svona meira fútt, svona meira drama inn á heimilið, sko, því mér fannst svolítið svona spennandi að vinkonurnar mína væru kannski svolítið að rífast við mömmu sín og svona. Já. Ég var alltaf að reyna kannski svona Fá breyta svolítið fjör. upp á einhverju, verða svona opbáslega reið og svona skella hurð. En sko, það var ekki beint að því að það var eitthvað sem ég leið eins og ég þyrfti að gera. Það var smá svona, mér langaði svolítið í svona aðeins svona drama. Já. Setta á svona rock tónlistin í herbyggi. En Já. þetta var svona smá tímabil. Sko. Já. Já, einmitt. En nei, þú veist, alltaf bara hvetjandi og síðan þegar maður komst á úlingsárin og var eitthvað svona vandræðast, sko, þá sagði mamma alltaf við mig, þú veist, ef ég var að fyrir partí eða neyri bæi eða eitthvað, bara já, frekar en að maður þyrfti alltaf að vera í einhverjum feluleik að þá sagði hún bara, já, hringdu bara í mig ef eitthvað kemur upp á eða þú vilt koma heim og þá bara kemur ég og sæki þig og ekkert mál, þannig að það var, þú veist, opaslega gott, sko, og svona, þú veist, að finna það, Já. að maður Einmitt. gæti bara alltaf hringt í mömmu ef eitthvað kemur upp á og Þetta er bara, og ég fæ svoleiðis, svona sko. gæsaðpínu af því þetta er nákvæmlega það sama. já, Og ég- en það Já. einmitt, þetta er svo dýrmætt að sem úlingur að eiga þetta, sko, að maður þurfi ekki að ég bara gisti á vinkonu og svo fer allt í vol og hvernig áttu að hringi, auðvitað er það Já. mamma sem að vil Já, hringi, sko. nákvæmlega. Mhm. Og hún er yfirleitt til staðar. Já, Já. einmitt. Það er bara svo dýrmætt. Og þú veist þess að varst að tala um að, að þú hafi verið að svona að búa til eitthvað drama á heimilinu. Ég hugsaði svona að því, þú veist, ég er náttúrulega, þú veist, skilnaðabarn og þú líka. Og þú veist, mér fannst allt svo áhugavert, ég bara, eru foreldraðinir ennþá saman? Ég bara, Já. það hlýtur að vera eitthvað, þú veist, skrítið. Og mér fannst það svo svona, Spennandi. Spennandi, en þú veist ekki að það mér langaði að foreldrar mín væri saman, heldur þú væri bara svona, vá, en galið. Einmitt, svo áhugaverð. Já. Já, Svona- akkurat. Þú veist, ég reynda sko bara mikið af mínu vinkonum voru, eða þú veist, og bara urðu þú veist, skilnaðabarn, Já. Þannig að það var alltaf einn orðið svolítið normið, svona í hópnum, sko. Já. Það var ótrúlega fyndið einmitt að síðan þegar maður hitti eitthvað sem að var með foreldra sem var ennþá saman, þá svona, já, þú veist. Þá hristist bara þegar kemur smá jarðskjálfti hérna hjá okkur. Að lokum, þá langar mér bara að spyrja, er eitthvað svona sem að, þú veist, þið eru með ráð til mæðgna? Þið voru að tala þið farið saman í þess að rækta sambandið, þið farið saman í göngutúr hverjum degi. Það er allt að gerast þetta inn í stúdíói. Æðislegt. Það er svo mikill hiti, það er bara hiti Við erum alveg crazy. hiti í mannum til að komast bara út að leika sér, Já. sko. Nei, en það er eitt sem að ég tók eftir, sem að var eitthvað ráð sem ég vissi ekki af fyrir en það gerðist óvart. Já. Að það var að ég byrjaði bara svona að hringja dálítið reglulega í mömmu og kannski að við byggum svona í öðru land og svona, en síðan varð að því að stundum er bara alltaf átak að vera alltaf að heyrast.
En síðan varð þetta svo auðvelt að þetta varð eitthvað svona vani Já. að maður kannski gerir þetta í smá tíma og hugsa bara, ok, nú ætla ég að hringja mömmu, þú veist, annan hver dag. Já. Ekkert til þess að segja neitt merkilegt, bara segja, hæ, hvað segir þetta? Og síðan einhvern veginn verður þetta svona partur af að maður getur eiginlega ekki fara gegnum daginn nema rétt slá á þráðinn og segja, Já, hvað segir ég, hvað er að bralla? Og þú veist, þú signir með svona 5 mínútur, Já. max. já, En það er eitthvað svona sem að mér þykir ótrúlega vænt í okkar sambandi, hvað við heyrumst mikið, þótt að segja ekkert merkilegt, bara Já. svona í hversteginum, sko. Já, og smá slúður kannski. Já. Hella aðeins upp á tér, sko. Já, en það sem að ég held að sé, og ég náttúrulega tala alltaf um það í minni kennslu sem þerapisti, það er svo mikilvægt bara heiðarleikinn, já, trúnaður og traustið, af því að ástin byggir á því. já. Já, Nákvæmlega, við látum það bara vera loka orðin. Takk herrlega fyrir komuna. Já. Og nú ætlum við allar að fara í sóluna að leika okkur. Svo sannarlega. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir. gaman að koma.